Komið í sæl. Fyrir framan okkur erum við með stöðu þar sem að hvítur er 2 peðum yfir í hróksaðantafli. Vandamál hvíts er hins vegar að hrókurinn hans er ekki vel staðsettur á A8 og ef hrókurinn fer eitthvað í burtu þá hirðir svartur A-peðið. Hvítur hefur auk þess G-peð en málið er að til þess að halda jafntefli í þessari stöðu verður svartur að reyna að halda kóngnum sínum á G7 og H7. Ástæðan fyrir því er að ef kóngurinn fer til dæmis á F7 þá getur hvítur losa hrókinn sem er hrókur H8 og taki svartur A-peðið kemur hrókur H7 skák og hvítur vinnur hrókinn. Haldi svartur kóngurinn sínum á G7 getur hvítur ekki losa hrókinn sinn og komi hvíti kóngurinn eitthvað út af borðið byrja svartur að skáka og hvíti kóngurinn á hvergi skjól. Þannig að hvítur getur reynt að ýta G-peðinu sinna áfram en málið er að G-peðið hans nýtist ekki neitt því það getur ekki rekið kónginn frá G7 afsakið. Þannig eftir G4 kemur hrókur A4 og G5 kemur hrókur A5 og G6 þá drepur svartur ekki peðið því eftir kóngur drepur G6 þá kemur hrókur G8 skák og svo A8 drottning. Svartur bara bíður rólegur og leikur í staðinn hrókur A4 og hvítur kemst ekkert áfram og þetta er bara jafntefli. Peðið nýtast hvítum ekki neitt í þessari stöðu. Kíkjum þá næst á sambærilegt dæmi þar sem að hvítur hefur F-peð í staðinn fyrir G-peð. Og þetta breytir ýmsu því að F-peðið getur rekið kónginn frá G7-reitnum. Plan hvíts í þessari stöðu er einfalt, það er að leika peðinu allavega upp á F6 og skáka á kónginn, lokka hann annarkvort til þess að drepa peðið sem gefur hvítum tækifæri að leika hrókur F8 skák eða þá fara í burtu með kónginn sem að gefur hvítum tækifæri til þess að vinna. En eftir F4 og hrókur A3 skák sem er ágætis tilraun hjá svörtum og hrókur A4 til þess að leppa peðið þá kemur hvíti kóngurinn nær svarta hróknum. Svo brunar F-peðið af stað. Hrókur B6 skák, kóngur A4, hrókur A6 skák, kóngur B5 og hrókur A1 og loks F6 skák. Því eftir kóngur drepur F6 kemur hrókur F8 skák og drottning í næsta leik. Eftir kóngur F7 kemur hrókur H8 og hrókur H7 skák og eftir kóngur H7 kemur bara F7 og F-peðið verður á drottningu. Þannig að það breytir miklu að hafa í þessari stöðu F-peð eða G-peð. Kíkjum á lokum á eitt dæmi úr tefldri skák og hér er það hvítur sem á leik. Svartur var enda við að drepa peð á G3 með H-peðinu sínu og hvítur stendur frammi fyrir því að geta tekið peðið tilbaka með kóng eða með peði. Við vitum að það er mikilvægt fyrir hvítan í þessari stöðu til þess að koma peðinu sínu upp í borð, peðið sem er á C-línunni í þessu tilfelli en ekki á A-línunni, að það verður hvítur að hafa F-peð til þess að reka kónginn af G7-reitnum. Þannig að hvítur vill enda með F-peð og hvernig ætti hann þá að drepa? Lítur eðlilega út fyrir hvítan að taka þetta með H-peði með hugmyndinni að leika F4 búa til frípeð. Við skulum segja að svartur færi með hrókinn í burtu þá getur hvítur unnið með F4 og svo sama hátt áðan bruna með F-peðið upp. Svartur má aldrei fara með hrókinn af C-línunni því þá losa hvítur hrókinn sem það fær sér drottningu og leið að peðið kemst á F6 og kóngurinn þarf að drepa þá getur hvítur skákað. En eftir H drepur G3 þá leikur svartur ekki hrókur C1 eins og vorum að skoða hann, heldur leikur hann G4 skák sem er sniðugur leikur sem að lokkar hvíta F-peðið af F-línunni yfir á G-línuna og þá er hvítur komið tvípeð á G-línunni og þetta gagnast hvítum ekki neitt, ekki til þess að reka kónginn í burtu eins og vorum að skoða áðan og hvíti kóngurinn á hvergi skjól til þess að hjálpa hvíta C-peðinu. Þessi stað er jafntefli þótt ótrúlegt með virðast. En í staðinn fyrir að drepa peðið með H-peðið eins og vorum að skoða, þá ætti hvítur að drepa með kóng. Og hugmynd hvíts byggist á því að leið að svartur leikur einhverjum biðleik sem ekkert gerir, segjum til dæmis kóngur H7, þá leikur hvítur H4. Og ef að svartur drepur núna peðið með hrók, þá losa hvítur hrókinn sem er hrókur D8 og fær sér drottningu í næsta leik. Drepur svartur peðið með peði, þá leikur hvítur kóngur H3 og nú er hann loksins komið með frípeð á F-línunni. Við skulum segja kóngur G7, þá kemur F4, peðið er eitrað eins og áður því eftir hrókur drepur F4 fær hvítur drottningu og eftir kóngur H7 kemur F5, kóngur G7 og F6. Þetta má ekki drepa út á hrókur F8 skák og eftir kóngur F7 kemur hrókur H8, hrókur drepur C7 og hrókur H7 sem vinnur hrókinn og skákina í kjölfarið.
Takk fyrir þetta.